shape of you. Það Toyota á Selfossi sem býður hlustendum Suðurland FM upp á fréttir og fróðleik úr hestasportinu. Jó, mikið rétt, sportáttur með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og þá komið að, úr meistaradeildinni í hestaíþróttum yfir í Suðurlandsdeildina, en það ný vetradeild sem haldin núna á Rangavöllum í Rangarhöllinni svo kallaði, og fyrsta umferðin fór fram núna og ég kom með liðsmann úr Hemlu, Hrínir og Strandarhöfuð. Það hann Vigni Sigurðsson frá Hemlu. Heill og sæll félagi. Það sáður sæll. Hvernig, þetta nú ansið skemmtilegt að bætast við enn eitt mótið, svona vetramótið hérna á Suðurlandinu. Já, þetta hérna mótaröð sem var stofnað til hérna á Suðurlandi. Þetta heitir Suðurlandsdeildin. Og og svona öðri sem aðra deildir sem haldnar að því leitinu til að það bæði áhugamenn og atvinnumenn að keppa. Já. Þetta sama hatti, en síðan eru síðan tvenni úrslit sem sagt, sér úrslit fyrir áhugamenn og sér úrslit fyrir atvinnumenn. En allir telja jafnt inn fyrir sitt lið. Já. Og liðin eru þannig skipuð að það 2 atvinnumenn og 3 áhugamenn. En svo keppa í hvert skipti 2 áhugamenn og 2 atvinnumenn. Þannig einn áhugamaður situr hjá. Já, nákvæmlega. En keppnin hófst núna, það var nú bara keppt í henni núna á þriðjudaginn í síðustu, ekki satt, svona fyrsta umferðin. Í hverju var keppt þá? Það var byrjað á 4 og tókst bara mjög vel og við rauninni ótrúlega gott start á hrossum með að þetta nú mjög snemma árs að byrja að keppni, en ótrúlega gott form orðið á hestum. En það svona í næstu umferð, það margir að spyrja sig hvað, það svolítið svona sérstakt sem ekki sést mikið til. Já, það nú ekki mikið verið að finna upp á nýjungum í keppnisgreinum hestaíþrótta, en nú á að keppi í parafimi. Það hefur verið keppt í gæðingafimi áður og þá einn keppandi einu, en nú eru pör að keppa í gæðingafimi og þá áhugamaður og atvinnumaður sem par á vellinum. Og þetta bara mjög spennandi held ég og verður mjög fróðlegt að sjá hvernig til tekst. Já, og þannig verið að, svona í rauninni að sameina þarna samvinnu knapa og það sem að eitthvað ganghæfileikarnir og fegur krafturinn og glæsileikin, þetta verður svona eitthvað nýtt og skemmtilegt. Já, og svona aðeins farið út í svona ýmsar æfingar sem að fólk notar þegar að byggja upp hesta, svona þarf að sýna ákveðnar æfingar, opið sniðgang og ýmislegt fleira svona sem að fólk þarf að sýna til þess að það geti kallast fimi. En svo náttúrulega alltaf góður og flottur hestur og flott framganga í hesti sem skiptir máli og gott samspil. Já. En hvernig með ganginn í þessari keppni, það svona ræður fólk hvernig þið fara inn á völlin eða? Já, þetta nú svona, þetta keppum við undir bara þessum almennu reglum, íþróttakeppnisreglum í hestaíþróttum og en við sáum núna eins og í fjórgangu, það svona svolítið misjafnt hvernig liðin þetta sig upp. Það eru sem að leggja mikið upp úr bara allir séu eins og þannig að þetta mjög svona fjölbreytt og skemmtilegt hvernig það lítur út. En þá aðeins að þínu liði, Hemla, Hrínir og Strandarhöfuð. Þar þú með 4 aðra knappa í liði þínu og kannski fyrir hlustandar sem ekki vita hver nú ertu náttúrulega að tala það eru afreksknappar og áhugamenn. Stella Sólveig Pálmarsdóttir, hver það? Það svona atvinnumanniska samt í yngri kantinum á telja en hefur verið að keppa töluvert mikið undanfarin ár, kemur úr Hafna fyrir held ég farið nú rétt með. Mjög flink reyðmanniska og flottan á henni í þetta lið. Já, svo hann Matthías Elmar Tómasson. Já, hann er landeyingur og austurlandeyingur
bráð efnilegur knappi og svona fyrir mitt leyti þá finnst mér alveg nauðsynlegt að gefa unga fólkinu séns. Og Hrönn Ásmundsdóttir? Já, hún kemur úr Keflavík, er tengdamóðir Stellu. Já. Var að keppa hérna mikið fyrir einhverju nokkrum árin síðan og hörku knappi og keppti mikið og stóð sér vel og er svona að bursta ríkið af þessu öllu saman núna og mætir alveg gallhörð til leiks. Já. Svo er það Katrín Diljá Vignisdóttir. Vignisdóttir, er það eitthvað tengt þér? Já, það er aðeins teiknir, það er dóttir mín. Já. 14 ára, er búin að vera að keppa í barnaflokki og er á fyrsta ári í úlingaflokki og alltaf bara mjög magnað hjá henni að koma inn í þetta með okkur. Það fyrir svona upp á fyrir reynslubátt að gera, þá er það gott hjá henni að taka þátt í þessu. Það má segja kannski að það sem með þessa Suðurlandsdeild, þetta er svolítið verið að þjálfa þarna uppi mitt áhugamannin upp í ásamt afreiksknapanum. Það hefur svolítið verið tilhneiging undanfarin ár að það er oflítið gert fyrir áhuga fólkið í hestmanafélögunum. Það er meira verið að stílinn á atvinnuknapan og svona harðasta kjarnan í keppnismennskunni. En þegar allir á botni koll þá hafa náttúrulega allir gaman af þessu. Og þetta ýtir undir reiðmennskuna og að fólk bæti sig og sína hesta að taka þátt í svona. En það er allan að þannig þið stóðu sem sigurvegarar í fyrstum fyrir fjórgangi. Það er greinilegt að það vantar ekki upp á fjórganginu á ykkur til þess að byrja með? Nei, það er svona, þetta gekk nú svona upp og ofan hjá okkur en í heldina gekk þetta bara ágætlega og skemmtilega við þetta. Það telli allir inn, það er alveg sama hvar þið lendi í rauninni, það fá allir stig og telli inn fyrir liðið. Og þetta er liðakeppni, þetta er ekki einstaklingskeppni. Þannig að þetta er ofsalega gaman og það má nú kannski koma því að við vorum ofsalega ánægð, það var fullt hús áhorfendum á fyrsta móti. Og ég held að verði tróðið út úr dyrum á parafíminni. Það er svo margir spenntir að líta það upp. Já, enda eru margir forvitnir að sjá hvernig þetta kemur út. Já, mjög. Og já, næsta keppni 14. febrúar og já, það er á þriðjudaginn bara í næstu viku. Já, þetta er svona rétt að mann er anda á milli, þetta er mjög stutt á milli móta hjá okkur í þessu en það gerir það bara ennþá meira spennandi. Og já, það er allan að magna það sem maður horfir á, það eru 12 lið skráð til leiks. Já, það var nú svona, ég held ég farið rétt með það að þegar það var stofnað til deildarinn þá var reiknað með svona 8 til 10 liðum. En síðan var auglýst bara eftir umsóknum að koma liðum að í deildin og það var svo margir sem vildu koma þannig að liðunum var heldur fjölgað bara í deildinni. Já. Og sem er bara mjög gaman og þetta tekur ekki það langa tíma þó þetta mörg lið. En þetta var ekki eina veislan sem var haldin núna í Rangárhöllinni, það var eða ekki líka, já, mót hjá Geysi eða ekki? Það var fyrsta vetramót var núna á laugardaginn var. Og það er búið að vera til margra ára alltaf 3 vetramót á hverju vetri. Já. Og þar er stigasöfnun á einstaklingum og síðan er krýndur í lokin stigahæsti knappi í hverjum flokki. Já. Og þetta eru yfirleitt mjög vel sótt mót og skemmtilegt. Já. Og það hefur verið, já, svona, þetta eru það ekki svona þeir allra helstu innan hestamannafélagsins sem keppa þar? Já, jú, og svo líka náttúrulega börnin og líkarnir og svona all flóran sem betur þess. Já. Þannig að þetta er bara, það er heilmikið í gangi og þetta er mjög skemmtilegt andrúmsloft núna þess mér. Og mikill munur mæntanlega frá þú byrjar í hestamennskunni varðandi aðstæður og til þess að þjálfa hestinn orðið? Já. Það eru mikla breytingar. Það er allir það ekki svona álíka eins og menn hafa verið að tala síðasta árið í fótboltanum hvað breytingin er í sambandi við þjálfun á fótbolta á veturina. Það er eins með okkur með hrossing og það hefur alveg gjörbreyst síðustu árin.
og ekki veitir af í svona helviti bleitutíð svo er búin að vera í alla vettur. Já, einmitt segðu þér, nákvæmlega. Vignir Sigurgeirsson, Hemlu, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og já, við hvetjum alla til þess að mæta þarna í vetrardeildina og já, svona áður en ég slepp þér, þú væntanlega fylgir svona með öðru auganu, já, líka með meistaradeildinni, þorur eitthvað svona að spá og speglera, heldur að Árni Björn sé bara yfirbyrðamaður í því? Það er ekki gott að segja, en hann er mjög líklegur í það mesta. Já. En það eru margir mittuna í þessu og þetta er svona, það má lítið út að bera. Já, nákvæmlega. Þannig að, en klárlega er hann einn af þeim líklegri svona. Þetta er alveg ótrúlega skemmtilegt að geta séð hvað er mikill munur núna að geta fylgst með hverju einasta vetramóti, hverja einustu helgi eða næstum alla daga árið. Þetta er orðið nánast allar helgar frá því bara svona upp úr miðjum janúar og nánast út árið svo. Já, nákvæmlega. Og það er bara gaman. Já. Bestu þakki Vignir og gangi ykkur sem allra best. Þið ætlið væntanlega það ekki að standa uppi sem sigurvegarar í Suðurlandsdeildinni? Það er stefnan á sjálfsögðu, maður fer aldrei á stað nema stefna á fyrsta sæti. Nákvæmlega, engin spurning. Bestu þakkir. Takk. Og blessaður. Já. Það er náttúrulega næsta umferð 14. febrúar og að gera að fylgjast með þessu. Það er hægt að nálgast upplýsingur um þetta inn á rangárhöllin.is og svo er náttúrulega meistaradeildin í fjórgangi hefst núna á 5. daginn að gera kíkin á meistardeild.is og fylgjast með því. Þú varst að hlusta á fréttir úr hestasportinu í boði Toyota á Selfossi.